Ég heiti Telma Björk Jónsdóttir og menntaður fatahönnuður og jógakennari, listakona og stoltur hönnuður bleikuslaufana í ár. Eftir að ég var búin að fá þetta verkefni upp í hendurnar, þá fór ég á vinnustofuna mína og ég geri þetta stundum þegar ég að hanna eitthvað nýtt, þá fer ég svolítið og googla ég sjálfur mér, opna alla kassana mína og skoða hvað ég á til og svona. Amma mín sem sagt dó í fyrra og ég erfði dót eftir hana, mikið af handverki og hún kendi mér allt sem ég kann í handverki og ég opnaði þarna kistu frá henni og þegar ég opna kistuna þá eiginlega sé ég fullbúna slaufu og ég tek hana og ég hugsa, já, ok, hún ætlar að vera með mér í þessu verkefni, þannig að þetta samstarfsverkefni. En ég tók hana og gerði hana svolítið að minni, ég breytti til litum og lagaði borða og svona, en formið rósettan og þessi verðlaunagripur að ég nóg, bara nákvæmlega eins og ég í dag, allt eins og að vera akkurat núna og það má verðlauna sig fyrir það. Ég greinist með krabbamein fyrir rúmlega ári síðan, greindist þá með ólæknandi krabbamein. Mér datt ekki í hug að það væri eitthvað sem væri ólæknandi krabbamein, hvað þá þegar þú heyrir þú ert með 4. stigs krabbamein. Það var bara eitt sem ég sá fyrir mér, það var bara ég væri að deyja. Svo bara því lengra sem að tíminn líður, þá 4. stigs krabbamein, þetta svo ofboðslega vítt, það ekki bara eitthvað eitt. Ég ólst náttúrulega upp við það að kaupa bleikuslaufana með mömmu og ömmu, þetta var bara árlegt eitthvað sem við gerðum og náttúrulega sérstaklega í ár hún rosalega þýðingamikil fyrir mig og mér finnst mikil heiður að fá að vera partur af þessari arfleið, vera partur af þessum hóp sem fær að hanna hana og aðalega fyrir það að geta gefið eitthvað tilbaka. Þegar ég búin að nýta mér þjónustu Krabbameinsfélagsins mjög mikið og ekki bara ég, heldur líka fjölskylda mín. Ég held að ég kannski sæti ekkit endilega hérna í dag ef það væri ekki fyrir Krabbameinsfélagið og bleikuslaufana því að hún borgar fyrir svo margt, alls konar rannsóknir og ýmislegt annað sem væri kannski ekki hægt ef að bleikuslaufan væri ekki til.